Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, þá ætlum við að fjalla bók sem var að koma út. Andri Snær Magnason var að senda frá sér Jötunstein. En eina bókina, svo ég nefni það nú, af því að þú nú einn af þessum höfundum sem að Morgunblaðið tekur stundum og hengir upp. Að þú vinnur ekki nógu mikið. Já, það vantar dugnaðinn, sko. Þeir eru svona eins og, er ekki Lóan sem að kemur að vinnur of mikið og... Sefur of mikið og vinnur ekki hót. Mér þótti þetta alltaf svo leiður þessi Lóa. Lóan komin að kveða burt snjóinn. Það er frekar erfið þessi Lóa. Og sefur og lítið að vinna. Ég sagði bara, hvað er þessi Lóa að derra sig? Líka kveða burt snjóinn, því ég var svo mjög skíðamaður. Mér finnst þetta bara ekki skemmtilega fugl. Mér finnst þetta ekki passa þetta fuglana með þeir eru náttúrulega háaðasamestir á haustin. Þegar þeir verða alveg brjálaðir hérna, hver lagði til að við kæmum allar að þinga norður, segir nú þurfum við að leggja bara líkomnir hérna að við erum að snúa aftur tilbaka. Og líka þetta er á móti því sem Kristur sagði fuglana. Þeir hafa ekki áhyggjur. Þeir hafa ekki áhyggjur, en Lóan kemur bara að segja okkar vinna mér. Herðu, en hérna, þetta er náttúrulega hápólitísk bók eins og margar af þínum bókum. Já. Og þetta fjallar einhvern tímann heyrði ég verið að velta því upp hvernig stæði á því að það sem að við værum að byggja og skilja eftir okkar kynslóð að það verði ekki að fallegast og besta sem við getum gert. Þetta er eiginlega liggur við þvert á móti og að sömuleyti er bókin skrifuð inn í það hiss hjá þér af hverju menningin okkar er komin á þennan stað. Já, og það er rauninni mjög langt síðan að ég fór að hugsa út í þetta og hugsa í rauninni hvernig þetta byggða umhverfi er og einmitt undraði mig á því og ég held að hérna mættu við í innganginum umfjöllun gagnrýni að umfjöllun byggingarlist og arkitektúr hefur einskorast eiginlega of mikið við svona innlit útlit. Það er að segja og hugmyndir fólks hönnun er í rauninni að hönnun er eitthvað sem er dýrt, hönnun er eitthvað svona lúxus, hönnun er eitthvað svona fyrir eitthvað útvalda. En hönnun er ekki eitthvað sem snertir í rauninni bara svona allt okkar daglega líf og síðan einmitt þetta að svona, þú getur sett svona faðir umhverfisins sem þú byrði, þú veist, bara hver hvað mætir þegar þú kemur út dyrnar á mótnana og þú veist, hvort það sé fuglasöngur, hvort það sé tré, hvort það sé umferð, hvort það mæti nágranna, það er eitthvað sem ákveður þetta. Í skipulagi og svo er eins og hvernig morgunsólin rennur inn í stofuna þína og hvað þú horfir á, þú stendur við vaskinn og vaskar upp og hvort það sé fjall eða ekki og stundum og eiginlega allt og oft svona eftir ég fór að vinna mikið með arkitektum líka og fór að skilja meira bara hvernig bransinn virkar og bara hvað er hægt og hvað er ekki hægt og þá fannst mér bara eins og stundum væru við að raða upp heilu hverfunum nánast svona bara eftir hendinni sko en ekki eins og þetta væri svona stærsta áskorun hverja kynslóðar væri að stilla upp 10.000 manns í 100 ár sko. Það sem við höfum verið að horfa á rísa undanfari þá eru svona frekar einsleitar byggingar einhvern tíma sagði ég held að hafi verið einhvers konar samkeppni held ég hérna Hekluritinn og einhver sagði hvernig stendur á því að það er alltaf sama húsi sem vinnur alltaf þessar samkeppnir því að það er svo mörg lík þau eru alltaf svona kassalega stundum með gras á þakinu klædd gluggarnir alltaf eins ég bý á Hverfisgötunni og labba hingað upp í Bónholt og labba fram í Heklureitnum og labba fram í mörgum af nýbyggingum við Hverfisgötuna og þetta er meira og minna þetta er svona sami stíllinn sem er lagst yfir allt það er eitthvað stíll og það er líka og þú ert ekki hrifin á honum? Ekki alltaf, ég get alveg beint á eitt hús á Hverfisgötunni sem er eitt af fáum húsum þar sem að mér hefur þótt nútíma klæðning hafa hefnast til. Það er svona boga hvítt hús sem er held ég á Barónsstíg. Það er alveg fallegt að sjá það hús. Og hefur mitt... Það er líka starfsemi á jarðhæðinni, það er ekki í öllum þessum húsum. Stundum er það bara óskíkja að það sé starfsemi. Já, stundum er þetta eins og þetta sé svona það á að vera starfsemi á jarðhæðinni en jarðhæðin er ekki einu svona hönnuð fyrir hvernig fólk er eitthvað fyrirtæki í dag að vera kannski hendut fyrir eitthvað svona mjög litla gleraugnabúð en í rauninni flestir þurfa dýpri massa og svona en það sem að mér fannst líka var einmitt þetta
sama kannski gráa blokkin reis kannski 30 sinnum á höfuðborgarsvæðinu og þá hugsaði maður það var aldrei og þá hugsaði þetta einmitt eftir að ég hefði gefið út ljóðabók eða eitthvað að þá fekk maður dóma, þú veist, maður fekk eins og fyrsta bókin mín, ég held að hann fekk bara dómi í pressunni og þú veist, á 5 stöðum fekk maður dóma. Það er ekki víst að ungur höfundur fengi slíka dóma í dag. Reyndar ekki í dag, en þá hugsaði ég mitt að bara að þarna er svona mjög stóra ákvarðanir teknar án þess að það væri í rauninni nein umfjöllur hvað er verið að hugsa, af hverju er þetta svona, hvernig hefði mátt gera þetta betur og það var eins og nýtt hverfi lærði þar og leiðandi ekki af gamla hverfinu og síðan náttúrulega það sem hefur gerst í byggingabransanum á síðustu árum er að í þessu stigahækkandi verði og allir þessu er að og þessum skorti að það hefur engin í rauninni, engum verið refsaðir í rauninni fyrir að vanda sig ekki, sko. Það er að segja, og það er eins og það er bara annað sem rekur þetta áfram heldur en viðtökurnar eða fólk bara þarf að komast í íbúð og fólk neyðist til að fara í íbúð. Þetta er eina sem er í boði stundum. Og þetta er kannski eina sem er í boði og eina sem að fólk hefur efna á eitthvað og þar af leiðandi verður til eitthvað svona, við getum sagt bara eitthvað vitlaus svörun á markaðnum líka, þannig það er ekki þannig að þetta þróist á eitthvað svona lífræna hátt, þannig að og síðan náttúrulega kemur þverliggjandi bárujárnið sem er einhvern veginn leggst yfir bara heilu hverfin og þá hugsa maður líka finnst einhverjum þetta fallegt, hefur okkur ekki alltaf þótt hús sem við reisum fallegt og hvenær gerðist það að við mistum einhvern veginn sjónar líka bara á fegurðinni og síðan gerðist það líka að þegar að funkísinn kom aftur í tísku, þar sé að fyrst var svona postmodernismi og þar sem að menn voru að reyna að hafa þök eða einhver liti eða einhver skellur og síðan kemur modernismin aftur inn og við kunnum aftur að meta bara það sem var gert í Norðurmýrinni og svona. Hann kannski frekar kom fram í svona stærri einbýlishúsum og hann náði nú ekkert svo þessi nýmódernismi, hvaða hús væru það sem eru tildulega nýleg í dag? Já, sko, í rauninni aðalega í nýjum einbýlishúsum en samt er eins og það verði smekkurinn að ríku. Já, en það verður síðan einhvern veginn svona einhvers konar fjarvistarsönnun fyrir því að gera ekki neitt við húsið. þar sé að það verður svona bara strípað. Það verður bara strípað, sko. Það segir ekki neitt. Það er krafan að hafa allavega eitthvað sem að skreytir eða eitthvað sem svona gefur af sér og hún er eitthvað fyrir hendi og síðan má kannski líka segja að það kemur bara ný tækni líka í byggingarlistina. Allt í einu erum við farin að klæða húsin eða einangraði utan á og klæða það utan frá. Kannski hefur við ekki bara náð almennum tökum á því ennþá. Og það er eins og það bara allt í einu rís einhver blikkborg og það er eins og enginn alveg viti almennilega hvernig á að gera það fallega og hvernig á að gera það, eða hvað er fallegt og hvað er ljótt í því og svo reynum við að gera eitthvað svona fjölbreytni með því að hafa aðra hverja íbúð brúna og hérna græna. Já, en síðan sérðu sömu klæningarnar í fjórðahúsi þar frá, þannig að þetta er eiginlega orðið endurtekning á milli húsa, sömu litirnir, sama áferðin á þessu blikki. Mjög svipað, já. Og síðan er þetta kallað viðhaldsfrítt, en það er eins og að kalla bílinn manns viðhaldsfrían, sko, því að það er ekki tilneitt efni sem er ekki farið að láta á sjá eftir 20 ár. Sko. Hér eru átök á milli arkitekt sem kemur úr námi fullur af þrá og löngun á því að búa til fallega umgjörð, eins og þú veist að lýsa, að verða að búa til fallega umgjörð gott líf, búa fólki til eins gott góða umgjörð og bara mögulegt er. En hann, hægt og bítandi þarf hann að beygja sig undir það er ekki fegurðin sem ræður, heldur er það peningurinn og þannig stilt saman upp verktaka og arkitekt. Annar vill búa til eitthvað fallegt en hinn vill græða þessu. Þarna allt verður til svona lítið ævintýri. Þar sem að þessir heimar mætast og kannski smá inspirerað. Ég reyndar hef ég fengið svona símtöl frá
vinum mínum sem bara, eða fólki sem í bransanum og á öllum sviðum sem segja bara þau hafa séð þetta gerst sko, ekki einu sinni og ekki einu sinni 10 sinnum sko, heldur hafa þetta séð þetta gerst. Þetta sé eiginlega lögmálið inn í þessum markaði. Já, og það einmitt þetta sem einmitt hafði hannað hús sem að hefði verið alveg geggjað sko, en svo var það skorið niður 50%. En á meðan það var skorið niður 50% þá hækkaði fasteignaverðið 30%. Þannig að uppi stóð sko málamiðlunin sem var ekki falleg og var búið að taka burt í rauninni gæðin sem hefði svona gert þetta að þessu fína húsi sem átt að vera. En samt á lokum var það selt á rúmlega verðinu sem að gæðahúsi hefði getað kostað sko. Þannig að þarna er þarna. Þannig að það er engin verðstýring í markanum sem að leiði til góðra niðurstöðu. Nei, það náttúrulega, og svo þetta er þetta einhvers konar fáralegur áhættu bransi líka. Það er í rauninni hver sem leggur upp með að byggja, hann veit ekki hvort að það verður uppgangur eða niðursveifla þegar húsið er náttúrulega loksins búið. En reglan hefur samt verið svona nokkuð síðustu bara 20 árin að hlutirnir hafa hækkað og kannski hækkað talsvert mikið. En það skiptir eiginlega ekki máli hvað þú gerir. En þarna er þessi arkitekt er svona svolítið að gráta það að draumarnir verði ekki veruleika og hann allt í einu stendur uppi með að hann er höfundur að ljótustu blokk á landinu. Og það eru myndir af þeim hérna, þetta eru nokkra blokkir, þetta er alltaf sama blokkin. Og blokkin gengur svo vel að hún er byggð 7 sinnum. Og að því að við nefndum hérna Heklureitin og Hverfisgötuna, þá er þetta nú frekar eitthvað sem að maður geti séð á hérna völlunum í Garðabænum eða upp í hérna Úlfarsárdal. Þetta geti verið líka í nágranna sveitafélagunum og jafnvel Selfossi og upp í Gufunesi, held ég að sé svona blokkir. Já, kannski Gufunesi, já. En þarna er líka eins og fólk hefur bent á að það er ekki alltaf ódýrara að byggja ljótt, sko, frekar en að það er dýrara að prenta fallega kápu eða ljóta kápu. Það sagði amma mín alltaf, þú ert jafn lengi að gera hlutina vel og illa. Já, og það er kannski það sem að við getum, er kannski þetta syrgja dálítið, er að við stöndum upp einhverju niðurstöðu og núna langar okkur að börnin okkar komið sér fyrir á Íslandi helst á öllu, ég myndi halda það sé svona það sem við viljum og svo kerum maður einmitt þessi nýju hverfi og maður hefði viljað kannski bara hugsa bara já, vákvað væri nú gaman að þarna myndi eitthvað komið sér fyrir og stofna litla fjölskyldu og búa í þessu umhverfi en það er miklu frekar að maður hugsa bara hvað ætlar fólkið að gera þarna sko? og það er eins og fólk endi kannski á okkur stöðum og þetta er náttúrulega mjög margslungið þetta er svona einhver keðja það er einhver bögun í allri keðjunni hvort sem það er sveitafélagið sjálft sem leggur út planið það eru verktakarnir sem að kunna byggja ákveðið hús og eru kannski viljugri til að byggja það hús aftur af því þeir kunna það er einhver byggingareglugerðir eða það er ný tegund af klæðningum sem allt fyrir mætir inn og síðan fjárveitingar bankana sem að fjárfesti verkefninu og síðan má segja að úr þessu verði síðan algjör skil á milli þess sem fyrstur býr í húsi sá sem fyrstur kaupir eignina eða þeir 100 einstaklingar sem að fyrstir nema landi í þessu húsi og þeirra ákvarðanir sem teknar hvernig húsið er og að lokum eru 100 manns í húsi og þeir eru allir með hugmyndir hvernig húsið hefði mátt snúa 3 gráðum meira til suðurs. Það er náttúrulega eitt af því sem hefur breyst hjá okkur hérna ef við færum bara til 1950 til 70 eitthvað svoleiðis að þá voru ákvarðanir, þá voru fólk að byggja sjálft hérna miklu leyti eða þá að
og það gæti verið einstaklingar, það gæti við vorum líka kannski saman með einhverjum gömlum félögum okkur að byggja sama raðhús eða eitthvað. Við gætum líka verið í verkalýðsfélagi sem að var að byggja kennarablokkina. Þannig að þeir sem ætluðu að búa í viðkomandi húsum komu yfirleitt einhvern veginn að ákvörðunum það hvernig húsið var. Ég er ekki að segja að fólk hafi einhvern veginn haft endalaust vanu það, en það var allavega, voru aðilar að, ég myndi halda svona miklu meir en helmingum, bara svona 70% af þeim íbúðarhúsi sem var byggt að mögulegur íbúi eða fulltrúi hans var þáttakandi í byggingunni. Nú það þannig að það eru bara verktakar sem byggja þetta og þetta bara hilluvara og þú kemst ekkert nálægt því. Þú eru bara að velja hvort þú vilt svona í þessari hillu eða þessari hillu og þetta eru allt orðið eins alveg svo í stórmörkunum. Það er sama bragðið öllu keksinu þarna. Já, og það er líka það sem hefur gerst einmitt þetta þarna að eins og bara hverfið sem ég bý þarna í 104 ég bý ekki 101 sko ég pabbi byggir sitt hús af og amma byggir sitt hús og í rauninni sko allir sem byggja þessi hús það er allt í húsinu sem var lagt í það sko þú veist það er engin umfram hagnaður sem var svona fjarlægður þegar húsið var byggt í rauninni allt sem þú sérð var sett í húsið og rúmlega það sko. Og ekki tekið í burtu. Nei, þannig að þetta var í raun ekki business þannig séð og svo borguðu mér einhverju smið en hann var jafnvel frændiðinn og einhver skiptidílar eða þá að hann bjó í næsta húsi við þig sko. Og síðan... Og þú færði bókaldið fyrir hann í staðina þegar þú varst bókari. Já, og síðan eins og húsið sem ég bý sem er Sigveldahús og er raðhús og þar voru 7 flugmenn sem að gerðu húsið fókelt og þeir drógu síðan þegar húsið var orðið fókelt hver ætti að fá hvaða hús til þess að enginn þeirra væri að svona leikifræðin þar sko og þarna fyrir ofan okkur er blokk sem að mér minnir að prentara verkalýðsfélag prentara hafi byggt og þar af leiðandi er allt í húsinu sem var sett í húsið sko það er allt sem hún sérð er öll orkan sem við sett í húsið og síðan náttúrulega gerist það að þetta verður einhvers konar svona einmitt hilluvara og verktakablokkir og það gildi líka einbýlishús þannig að ég kom inn í ráðhús sem að einmitt og mín kynslóð var svolítið mikið í því að kaupa fókalt fyrir að byggja frá grunni að þá keypti mér kannski einhvers staðar í Kópavogi sem var búið að taka í allar ákvarðanir fókalt hús, já en þá var einmitt búið að taka í allar ákvarðanir og jafnvel búið að henda niður á einhverju mjög góða lóð í Kópavogi sko 20 ára gamla tekningu sem að bara einhver svona duglegur röskur smiður og það sem að ég hef séð í Danmörku til dæmis reyndar fekk bókin mjög góðan hljómgrunn í Danmörku þannig að þetta er alveg svona í Danmörku líka en í Danmörku voru svona svolítið leiðandi menn svona leiðandi arkitektar sem að spörkuðu svolítið fast í kerfið sko og fengu út úr því sko miklu fjölbreyttari byggingar og byggingarlist. Það í Kaupmannahöfn þá þeir ekki að gera sömu mistökin aftur og aftur sem að mann sér kannski, maður gæti jafnvel séð það í Bergen eða eitthvað þar sem að manni virðist verið að gera sömu mistökin aftur og aftur í Íslandi. En það var bara sko... En þessi svörtu kassarnir þarna, þeir voru bara gerðir einu sinni, svo var gerð bara eitthvað allt annað í næstu byggingaritum. Já og þar myndaðist svona smá samkeppni í rauninni milli verktakana að þeim fannst allt í einu þeir þurftu að búa til sín flaggskip sko, þeir máttu ekkert vera minni menn heldur en og það hefur skilað sér í náttúrulega ákveðnum öfgum en svona í svona líka mjög skemmtilegu og í svo í hvort sem eru Árósar eða Væli eða mjög sérstök hús. Það er mikið af mjög framúrstefnulegum arkitektur sem hefur risað á síðustu 20 árum í Danmörku á meðan einmitt við höfum verið í þverleikjandi í Bárujárni sko. Þannig að við höfum náð hérna Hörpunni og nokkrum svona skemmtilegum húsum og við eigum alveg góða arkitekta en ef þú ferð svona gagngert í ferð kringum borgina til þess að sýna ykkur svona hver við erum og hvað við erum stolt af á síðustu 20 árum þá er allt of lítið í rauninni heldur en
efni hefði átt að standa til vegna þess að við erum að klára stærsta framkvæmdaskeið Íslandssögunnar og svo veit enginn hversu lengi þessi skeið standa. Kannski þetta þannig að þegar markaðurinn byggir að þá fáum við svona svipað og skenkan sem verið að selja okkur í stórmörkunum sem hefur kannski 75% kjöt og bara að græðir sem að getur sett mesta vatnið með eða hleypi efni til þess að græða sem mest. En húsin sem hafa verið byggð, ef við förum bara svolítið aftur á bak, hvort þetta hafi verið öðruvísi, þá erum við náttúrulega með svona tímabil, einhver leiti mjög snemma á síðustu öld að þar svona borgarastéttin að byggja sér hús sem að vilja séu einhvern veginn áhugaverð, svolítið montin, Reykjavíkur apótek eða Einskipafélagshúsið sem á að gefa eitthvað svona svip. Síðan erum við með opinbera byggingar, það svo Þjóðleikhúsið, Þjóðminjasafnið sem að vil sýna einhvern veginn hver við erum. Svo fáum við náttúrulega svona perlu eins og Norræna húsið og eitthvað fleira og svo erum við með á seinni árum kannski Hörpuna og það er kannski ekki þetta að telja mikið meira, kannski Ráðhúsið en við getum eiginlega ekki bent á neitt svona afgerandi svipmikið hús ég held bara síðustu 30 árum eða það? Já sko síðan náttúrulega gerist það líka að verslunarhúsnæði verður líka að skemmu sko. Eins og Kringlan er náttúrulega fantaljótt hús, ég held að það er ekki byggt til þess að vera fallegt að utan. Já, það er samt eins og við getum bara tekið bílastæðahúsið við Borgarleikhúsið. Að það er mjög fallegt. Það er með þessu ryðgaða járni frá honum. Já, það voru Steve Krister og þau sem gerðu það. Þannig að mér þess að þar er lagt í svona smá díteila. En það má segja að eins og til dæmis þarna sko svona ítrasta hverfi kannski þá ertu kannski með mikið húsum með þverliggjandi bárujárni grá og síðan eru bónusskemmurnar líka bara svona skemmur og síðan er byggt einhver svona knattspyrnuhöll og það er eins og þessi búið að fjarlægja allt þannig marsipannið af kökunni sko. Það er bara eins og Melaskólan, hann var byggður. Já, en bara ótrúlega falleg bygging og ég held að hún hafi verið falleg allan tíman. Ég held að aldrei komið tími þar sem að fólki fannst Melaskólan ljótur. Reyndar hafa skólabyggingar hið opinbera hefur reyndar alveg sýnt metnað í þarna í byggingum og ég tók þátt í Krikaskóla í Mosfellsbæ og við erum alveg stolt af því húsi og þannig að það er ekki að sko, svona mýga yfir allt saman og alla. Já, þetta er allt saman opinbera byggingar. Við höfum ekki eitt einasta íbúðarhús. Nei, sko, síðan gerist það náttúrulega að svona íbúðarhúsin sem eru byggð að þá má segja svona áður fyrir þá svona blasti glæsileikin við fólki. En kannski nútíma luxushús eða nútíma villur að það eru meira svona eins og skriðdrekar sko, eða svona böngarar, það er í rauninni, það er snúa, oftast er hliðin sem snýr að götunni og hún er svona helst gluggalaus. Já, eins og er oft í svona íslamska heiminum að þá kemur af hóvaru húsi af því að þú mátt ekki berast á, það er allir eins klæddir í moskunni og húsin, ég fylgði þótt með mikið ríkidæmi, að þá gagnvart götunni þá er þetta bara einhver hvít hlið, svo opnaru og þá opnast ævintýrahöllin. Að við erum kannski svona íslamsk ríka fólki á Íslandi er orðið íslamst í smekk. Já, það er svo spyrir hvað en það er samt líka einhvern veginn eins og allt sem snýr að almenningi eigi svona að það er sé ógn maður sér ekki mjög mikið það til dæmis við getum alveg tekið bara mörg stig sko, er verið að splæsa við sjáum til dæmis bara 1970-80 þegar maður byggja hérna sundagarðana eða hvað heitir þá er skellt sem er þá græni veggurinn á þeim tíma sko. Og þá er Sigurjón Ólafsson held ég fenginn til að gera lágmyndir svona til þess að svo hlið sem snýra almenningi það er einhvern veginn að vera að gefa líka við getum kannski bara sagt er gjöf í húsinu gefur það hefur ekki verið í tísku lengi að hafa gjöf nei sko og eins og GG held ég ekki GG vörubílar eitthvað sem er líka þarna við Sæbrautina
að þar var var settar inn þarna lágmyndir sem ég man ekki hver gerði, en þarna geti ég vilja verið Sigurjón líka, en það er gjöf, felur húsið í sér einhverju gjöf, og það er reyndar líka setur eitthvað góðan svip á umhverfið sitt. Og þegar ég hef verið vinna með arkitektum erlendis, að þannig eins og Bjarki Engelsgrúp, að þá er einmitt, sko, fyrsta spurningin hver gjöfin? Er húsið að gefa eitthvað? Og þá hafa þeir verið að búa til þarna hús sem að, þú veist, eru íburðarmikil, eru stór, en það er oft einhver gjöf sem að fylgir húsinu samtímis, sem að gefur nærumhverfinu, það gefur almenningsgarð, það gefur eitthvað fyndið, eitthvað skemmtilegt, það gefur eitthvað af sér. Já, bara eins og gömlu húsin, eitthvað svona fallegur turn sem að lýsir, sem kannski ekki alveg ljós hvað tilgangurinn en það er miklu oftar sem sér hús. Það gefur ekkert. Nei, sko, ekki bara það gefur ekkert, heldur hefur það fengið að taka eitt svona í viðbót. Svona, það er búið eiginlega full massa sig, sko. En svo spyr ég, að ég geti ekki bara tekið eitt í viðbót bara, og þá sér maður að komin einhver svona auka hæð ofan á eða svona eitthvað eitt í viðbót þar sem ekki gjöf heldur þar sem fengu, og akkurat þetta eina ræður einmitt bakamunir hvort að þessi sól, þú veist, hinum minn á götunni. Þá er þetta kannski að tala eins og Hafnartorgið og fleira þar sem að bættist alltaf við einn á hæð. Það er nú margar sögur þetta, ég held líka eitthvað þessum húsum á Hverfisgötunni bættist alltaf við einn hæð. Og ég held að þessi jafnvel eins og Heklureiturinn, að manni finnst eins og þessi einni hæð of mikið. Sko. Það er bara, þetta eru 8 hæða blokkir. Sko. Og akkurat þessi eina hæð munar því hvort það sé sko sól á gangstéttinni. Hinum með göttuna. Þetta er mín gangstétt, sko. Í október eða ekki, sko. Það er bara komið skuggið þarna, bara mjög snemma haus. Ég sé það, komið skuggið mjög snemma haus, og ég held að ég hef tekið mynd af skugganum þarna bara ekkert þannig í júlí, sko. En það er í síðdegisvölin, en ég segi, sko, það getur verið hættulegt á veturna þegar það fristir að það kemur hálka í skugganum. Það kemur hálka í skugganum, já. En ég segi, sko, að það er mjög oft sem maður sér ekki gjöf. Það er mjög oft sem maður sér andstæðuna við það. Það er búið að þiggja eitt í viðbót. Og síðan sjáum við líka og gjöfin getur líka bara verið og það sem gerist í bókinu er að menn eru mjög svona að þau eru svona fyrir hönd annara eru þau mjög datt út í mér orðið. Þannig að þau eru með þau eru já, það er ekki rausnarskapur í þessu. Nei, það er ekki rausnarskapur í þessu. En síðan er þetta líka sko að sjá, höfum við séð svona nýja almenningsgarða rísa, höfum við séð svona nýtt svæði þar sem að almenningur nýtir sér, sem að kannski stígarnir í kringum borgina, það getur verið eitthvað svoleiðis, en til dæmis ný hverfi þar sem að ég hef ekki sjórið til dæmis barnvænt auglist, þannig að við sjáum til dæmis hverfið fyrir ofan Smáralindina sem er alveg svona mjög þétt, en málið er að þétting byggðar er samt lífsnauðsynleg fyrir borgina, það er að segja sko, en þétting er ekki sama þétting, það er að segja það er ekki þar með sagt að það þurfa að stapla öllum okkur reyti, það er þétting er ákveðin list í að raða hlutum saman. Svo gleymið líka eitt í þétting er líka það að hafa þjónustu inn í hverfunum svo að þú sért ekki að þvælast á milli hverfa eftir einhverju sjálfsögðu þjónustu. Það er svo þétting sem hefur gleymst eða okkur. Og ég mitt öll sko, og við vorum að ræða þetta bara í gær að borg einmitt er alltaf samsafn af mjög litlum hverfum sko. Og að þú ert kannski í New York en samt ertu í rauninni alltaf í litlu hverfi, þú ert alltaf bara í smáþorpi og þú fer bara á milli smáþorpa í rauninni, jafnvel í þéttri borg, og síðan er það líka sem er gerast er að þarna verður til einhver svona hvati til niðurrifs og mér hefur þótt eins og við höfum alveg bara gleymt sögunni að það er verið að rífa niður sko stöndugar byggingar sem að fela í sér mikla sög. Saga er ekki bara
það sem gerist í norsku timburhúsi eins og hús sem hefur alltaf glatt mig mikið hérna í Borgartúninu. Já, Bógahúsið, það sem var lengi vel hérna voru bílasölur hérna við hliðina. Já, og Samhjálpar, það var eitthvað... Samhjálpar aðeins lengra. Nei, það var eitthvað stofnun þarna sem var hugaraflega. Hlutverkasettur var aðra hæðinni og Dósaverksmiðjan, Tungumálaskóli og neðri hæðinni. Já, ég segi þarna var mjög skemmtileg starfsemi og mikilvæg starfsemi. En líka hús sem að gladdi mann alltaf svona áður að fór svona inn í þar sem að var misgleðileg hús í Borgartúninu en allt í einu verið að rífa það. Og þá hugsaði ég byrju hver ákvað að þetta hús væri ekki þess verið að standa og síðan líka held ég að komi ákveðin firring í borgarbúa. Ég held að það sé svo mikilvægt að ég geta sagt bara já, ég vann hjá Mogganum og 7 sumur og geta bent barninu, þarna vann ég og svo þurfti ég að vera í hlutverkasetrinu í 2 vikur og svo þarna var afi þarna og svo var frendið minn að byggja þetta hús hérna heilt sumar. Börnin eru ekki alltaf ánægð með þetta, dóttir mín segir stundum hættir þessu, þú er bara að búa alls staðar. En ég segi, mér finnst núna eins og sko að allt hérna stöndum uppi að við könnumst ekki við okkur sko og við eigum ekki rætur lengur og við getum tekið eins og bara Íslandsbankahúsið sem að gamla Júpiter og Mars húsið gamla sambandshúsið að jú menn sögðu að það hefði verið of myglað eða eitthvað en stundum grunar mig að myglan sé yfirskinn, þú þarfst bara að veifa mygluspjaldinu og þá er það sé bara svona trompið í matadórinu bara, þá fer það rífa það en ég átti tillögu með arkitektur.is við gerum tillögu að stækkun Íslandsbanka og þá sem var alveg tillega sem að mér þótti mjög vænt að þá lögðum við til að Júpiter og Mars húsi væri rauninni endur já, þess að það er tálguð klæðningin af húsinu og endurheimt svona funkís verksmiði Júpiter og Mars húsið. Það var svolítið eins og seinna var gert við Marshallhúsið. Að þá hefði það verið látið standa sem svona glæsilegt fiskvinnsluhús og táknum bara stórhug þess tíma sem var ekki hérna Tryggvi Gunnarsson, Tryggvi Ófeigsson sem byggða og síðan vorum við með tillögu að við það er byggð nýbygging þá í rauninni sem speglaði tekningur á 1950 sko. Og síðan eru mörg þúsund manns sem hafa minningar einmitt úr Júpiter og Mars húsinu og þar fannst mér að vera eitthvað svona verðmæti sem að sko og saga, fiskvinnslusaga og bara atvinnusaga okkar sem að mér fannst hverfa þarna kannski var það miklað, kannski ekki en ég hugsaði að þarna hefði verið svona hvít steinsteipu klassík íslensk sem hefði talað við bæði Jónsson og Kóper og síðan við Höfða og það hefði verið svona hvítar stikur þarna á leiðinni. Við náttúrulega mistum mikið af svona húsum á Skúlagötunni þar sem að blokkirnar voru reistar, þar varu Völundur og Slátufélagið og fleiri hús sem hefði mátt gera upp og það myndi hýsa allt öðru í sem mannlíf heldur þarna sem eru risastóra blokkir sem að skikja á útsýnið hjá þeim sem að búa ofar í hverfinu. Það er þetta síðan alveg spurning sko hversu margir búa í blokkunum. Svo er það hálftóma blokkir og ekki mikið mannlíf þessu fólk kemur og keyrir inn í bílastæðakjallaranna og tekur lyftun upp. Þannig að því á sínu tíma var talað að við yrðum að byggja svona til þess að bjarga miðbænum. Það var sagt að við yrðum að þéttingi byggðar var eina rökið þar, að miðbærin væri að deyja og þess vegna þyrftum við að búa til fleiri íbúðarhús til þess að væri fólk sem geti haldið þjónustun og lífi í miðbænum. Þetta voru hugmyndina fyrir svona 40 árum. Já, svo náttúrulega fækkum við íbúðunum við því að Airbnb-a allt saman. Já, sem að tökum við stóra hluta hverfinu eins og Njálsgötu, Grettisgötu og uppi með Skólavörðuholt þá er miklu færri íbúar sem búa þar. Ég bjó eins og lengi á Þórsgötunni og bara þeim tíma sem ég bjó þar þá var ævintýrlegt að sjá hversu hratt fækkaði íbúarnir sem byggu þarna. Og náttúrulega sko þétt byggð voru þessi gamlu hús sem eru þarna byggt 1920 og þú veist kannski með 30 manns á 100 fermetra grunnfleti. Það sem að búið var kannski bara 2 í dag.
Já, nefnt. Herðu, en við erum aðeins að tala hérna svona peningana sem drífið áfram og svo svona einhverjar hugmyndir hérna að láta hluti borga sig og svona, en þegar þú að tala hérna hús sem að gefa ekkert frá sér, að þá það einhvern veginn þannig í okkar kúltúr hérna fyrir svona tæpum 20 árum var ég svolítið mikið í Vestur-Afríku og þar mjög litauðugt líf og þar var ennþá, ég held að það sé nú meira og minna fjara út núna, en það voru ennþá þessi litauðugu klæði sem fólk kannast við og finnst vera afrikönsk en voru náttúrulega búin til í Bretlandi eða í Hollandi. En það var ennþá þannig að langstæðsti hluti fólks klæddi sig þannig í mjög skrúðu föt. Svo flugum við tilbaka til Evrópu og lentum í París. Og þá sat maður stundur svona fyrstu dagana og horfði á mannhafið og hugsaði, hvað hefur gerst hjá okkur? Hér eru allir svartklæddir eða koksgráir. Allir. Já. Þetta eins og við séum í einhverjum jarðafara kúltúr sem hefur tekið yfir. Já. Þannig að þá langar mann til að spyrja, því þú ert að tala sem náttúrulega sama ef þú klæðir þig bara svona svart og gefur ekkert frá þér, engi gjöf til umhverfisins þegar þú kemur inn í herbergið. Að það einhver svona kúltúr sem ekki beint hægt að tengja við svona pening nema þessari peningahyggju allri, að hún sé bara jarðafara stemming, sko. Þetta náttúrulega dýpri umræðið mitt, þetta fyrir hvar og maður getur náttúrulega bara sjálfum sér kennt, ég bara ég hafa í skerti, mér gleru mér samt alveg svona smá en sko það einhvers staðar það alveg bara svona miklu dýpra rannsóknarefni hvar það eitthvað svona lægsti samnefnar í þessu, sko. Það eins og einhver hluti leiti í þetta að svart, grátt sé svona lægsti samnefnir, þú eiginlega hafnar því ekki, kannski hafna neongrænu eða... Það ekki hægt að gagnrýna fyrir það, þú ert ekki að monta því með því. Eða gulu eða skræbóttu eða doppóttu. Það svona auðvitað að hafna því, þetta svona, þetta eins og þetta sé svona gjaldmiðil sem að gengur á allt. Ef þú ert með gráan bíl, þú ert mjög líklegur til að selja hann frekar en þú hefur tekið smá séns með að hafa bílinn á eftirmarkað. Heldur að hafa hann eiturgrænan, sko. Og svo náttúrulega held ég að eins og svo einmitt þessi þversögn líka að menn laða fólk til Reykjavíkur á forsendum litríku húsana. En svo byggir grátt hótel til þess að fólk hafi útsýna yfir litríku þökin, sko. En þú ert samt ekki að gefa neitt sjálfur. Ekki neitt. Þú ert bara að þiggja, sko. Þannig að það eitthvað svona, það eins og við höfum lent bara öll í því að sjá síðan hvað gerist þegar allir ákveða að þiggja og enginn ákveður að gefa. Og það alveg þess vegna sem ég að hugsa þess að dönsku arkitekt að það var nokkið flóknar en bara byggingar þurfa ekki að vera leiðilegar, sko. Þannig að það þarf ekki að vera boring, sko. Og það var ég vel ekki eins og flóknar en það bara bygging mætti vera skemmtileg. Bygging mætti að vera fyndin eða sniðu eða það mætti... Hún var ekki óvirðuleg eða kjánanleg fyrir þær sakir. Nei, hún mætti að bara vera standa einhvern veginn upp úr og það tók svolítið tíma þar til dæmis að fá menn til þess að taka fyrstu það var kannski bara tilviljun að fyrstu verktakar tóku þarna sjensa og við sjáum út á Amager er fullt af svona óvenjulegum byggingum og það fer þá í báðar átti, það fer bæði út í svona kannski lúxusun eða það sé í svona óvenjulegt í því að vera bara svona en síðan á sama tíma þau eru búin að taka þess áhættu þá ganga þeir lengra í að taka áhættu í að vera sko jável últra umhverfissinnaðir þannig að það er eins og þeir spanni víðara svið í að taka sjensa og að gera hluti þannig eins og þessi blokk hennar Arnhildar Pálmadóttur hérna sem er
á sjómannareitnum. Já, þessi svona dökka, svona raunblokk. Nei, hún sko, það brendur, það japansk aðferð á klæðningunni. Já, hún er svo klettaborg. Hún er bara brend, sko, það er bara búið að brenna viðinn utan á henni eftir að japanskum hætti og það er ekki sami kuldi og sko svart bárjárn, sko, það er meira svona eins og tjargaða svarta kirkjan hérna á Snæfellsnesi. Þannig að en það er svona íslenskt dæmi svona tilraun, en í Danmörku er þeir að byggja bara heilt hverfi eiginlega út frá sömu forsendum, sko. Þannig að út frá sömu forsendum endurvinnslu og þar er menn að ná bæði umhverfislegum markmiðum og hönnunarviðmiðum og síðan gæðum bara fyrir íbúa, sko. En hér er frekar svona monotónist. Kannski er það vegna þess að hinir svona betursettu að þeir ráðu miklu hjá okkur, af því að þeirra smekkur er náttúrulega frægur fyrir að vera talandi allir klæði sig eins og allir keyrum á sömu bílunum, allir eigi nákvæmlega sama funkís einbýlishúsið. Það kemur oft svona flatur smekkur út úr svona efsta laginu. Já, sko, ég myndi bara segja svona almennt séð þá eru svo mörg bara þessi glötuðu tækifæri þar sem að þú ert með 100 tonna járni og járnabindingu og 1000 tonn af steypu og mannafla í 10 mannár eða hvað sem það tekur langan tíma að byggja, að þegar þetta allt saman kemur saman þá er sko möguleikarnir á því að gera hluti úr þessu, að kaupa þessu saman, eru mjög fjölbreytilegir og geta verið frá því að vera sko stórkostlegir, fallegir og ekki fyrir hærra verð heldur en hitt. Og það kemur náttúrulega síðan til að kannski þetta bara eitthvað svona leti, áhættufælni eða kannski bara einmitt skortur á umræðu, skortur á aðhaldi, skortur á gagnrýni. Jafnvel bara skortur á umræðu, hreinlega, því ég man eins og eftir það átti að vera umræða hús sem að hafði einhvern veginn farið illa og svo kom í fréttinni, við hringdum í 5 arkitekta og enginn vildi tjá sig málið og það fannst mér svo sláandi að það var eins og enginn vildi hrista kerfið, sko, en allir voru samt bugaðir inn í kerfinu, sko, en enginn var einhvern veginn tilbúin að taka sensinn og hrista það, sko. Það er bara einstak arkitekt sem vilja gera þetta. Já. En það er eitthvað svona, þetta er eitthvað svona ótti og svona einhver miskilningur að það sem er leiðilegt sé ábyggilegt. Stjórnmálamenn, stundum við stjórnmálamenn, sem eru að reyna að vera bara nógu leiðilegi til þess að líta út fyrir að vera gáðir og tröstir. En síðan verður niðurstaðan að þessu, sko, þessi þrá sem að sér hjá fólki, og það er af öllum flokkum og að þráin eftir fegurðinni og allt í henni brýst það í svona einhver svona fantasíum, þú býr hérna í svona einmitt grái húsi með þverleikjandi bárujárni en ert að fantasera að búa einhver svona ný klassískri borg svona, og þá ertu að deila myndum á Facebook af götum í Nýja Englandi eða eitthvað svona klassískum frönskum götum eða breskum húsaröðum og svona, já, láta sér dreyma það, sko, en samt í rauninni er eins og nútíminn hafi brugðist þeim, sko, þannig að þeir eru ekki að deila, sko, nútíma götum heldur í rauninni verður bara til eitthvað svona alveg bara svona fölskvarlaus nostalgía sem birtist síðan í miðbæ Selfoss, þannig leiðu við byggjum ekki miðbæinn okkar. En sumar þjóðir, þú nefndir Nýja England, að Bandaríkjamenn til dæmis að þeir byggja bara gamaldags hús, en þá svona úthverfin eru meira og minna, þú veist, eitthvað svona útlegginga á húsum eins og þau voru raunverulega bara fyrir 50-70 árum síðan. Og þeir bara, það er svona, þeir eru svona hugmyndum good old times og vilja að húsi sem ég vísi til þess. Á meðan að við höfum kannski enga hugmyndum good old times, ég veit ekki. En það finnst mér heldur ekki í rauninni eða kerir svona þessar götur í
Getur hryllingur í í Bandaríkjunum. Bandaríkjunum og sérstaklega ekki þegar mann komast í álnir og byggja þessi svona mini-mansions, sko. Það er alveg bara svona í rauninni hryllingur bara í aðra átt og þau hús eiga heldur ekki. Stundum finnst manni að stór hluti Íslendingar séu raunverulega með þennan smekk á húsum, en fái ekki þau hús. Það myndu helst vilja hús sem eru svona homey og good old times á ameríska vísu, því við náttúrulega lifum svo stórleiti bara í amerískum hugmyndaheim og smekk. Við náttúrulega höfðum tímabilið sem að svona æðsta stig velgengni á Íslandi voru Kjartanshúsin með súlur og bóðadregin og þakkantinn og síðan helst 2 ljón við innganginn þannig það var á smá tímabili, sko. Og en þá er maður líka bara miklu frekar heldur en farið þangað heldur en í leiðindin, sko. Það er betra að gera mistök á því að reyna að vera glaður og gefandi heldur en að draga sín í skel og gera bara ekki neitt. Já, ég myndi segja það, og síðan myndi ég segja að það er líka svolítið spes að svona sama tíma á miðbær Selfoss rís að þá búa menn til samt, sko, einhver svona dystopískustu götur bara á Íslandi eins og einn gata sem heitir Gráhella. Að það er líka, þetta er ekki bara Reykjavík, sko, það er líka þar sem að sjáum í Njarðvík, sjáum í Þorlákshöfn og Keflavík, þar sem að menn að byggja einhvers konar hesthús fyrir fólk, sko. Og það er einhverju verktakar sem að hafa fundið út að þetta hús sé eitthvað sem þeim finnst gott að byggja, og þar finnst mér þetta líka vera bara þá fer maður næst í bara svona einhverju femínískar pælingar að maður hugsa bara, var einhver kona sem kom að verkinu, skilur, var einhver kona sem að fekk að segja, heyrðu þarna og ég næstu því í alvörunni tala, sko. Þú veist, það er bara eitthvað svona duglegi kallar sem að hafa verið að djöflast allt sitt líf og þeir djöflast í að kaupa sér lóð og djöflast í sveitarstjórninni að fá lóðina og djöflast í kallinum í bankanum sem að lætur að fá 200 milljónir til að djöfla upp einhverju steypu til að geta selt kannski fókelt eða bara fullbúið og síðan rís eitthvað og það er malbyggjað, og þetta er eiginlega verstu dæmin, sko, og síðan er malbyggjað alveg að húshlíðinni, þannig að það er ekki garðið fyrir framann, það er malbyggjað alveg að húshlíðinni, hesthúsaröð, malbyggjað að húshlíðinni, síðan koma ruslatunnur og síðan er malbyggjað alveg að næstu húsaröð sem er ekki spegluð, sko, því að í gamla daga spegluðu menn þar sem að það var í rauninni garður í suður eða eitthvað, en þarna bara er sama hús speglað á móti, malbyggjað alveg að húsvegg. Þannig að önnur runan fær eiginlega betri sól í garðin sem önnur runan er bara með sólina þá malbyggsmein og síðan einhver svona húsasmiði bíkó pallur eða grindverk. En þarna ég með hugsa maður, var einhver kona sem að hugsaði bara strákar, fyrir hvern er þetta, sko. Við skulum vona að stígi ekki fram kona sem segir það að teikna þetta hús. En þetta er náttúrulega alveg klísja að segja þetta, sko. En maður hugsa alveg bara, þetta er eitthvað svona kalla niðurstaða af síðan algjörum þumbaragangi fyrir því að þarna á fólk og börn og þú veist, og jafnvel er þetta gert þar sem að þú getur verið með bara hafið, skilur þú getur bara með hafið út stofugluggann, þú getur verið með morgunbirtuna yfir bláfjöllunum, þú getur verið með, sko, bara glötuð tækifærin og síðan taka sveitarstjórnina líka stundum að þetta er ekki bara síðan er stundur lóðin sjálf, það er ekki bara kallakallinn sem að gera þetta vitlaust, heldur er einhver sem að var bara ekki með hausinn skrúaðan á þegar hann var í sveitarstjórninni að skipuleggja hver götuna liggja. Stundum hafa menn tekið síðan, sko, stórkostlega náttúru og skorað hana frá hverfinu með stofnbraut sem er í rauninni
óakandi yfir og hvað þá að hleypa barn yfir sko. Þannig að þar sem að þú ættir að geta alist upp sem barn og látið þig hverfa inn í hraun eða skóg eða fjöru eða eitthvað, kannski viljum við ekki börn sér lengur neinstaðar, en til dæmis þarna þá hverfið fyrir ofan þarna Smáralindina, þar er einn 20 fermetra bleðill af rauðu gervigrassi með einni róli á og allt og þarna og ekkert sko sem að umfaðmar þig, þannig að verður þarna með 2 ára barn, þá máttu aldrei vera minna en 2 metra frá barninu ef þú ætlar ekki að missa barnið inn á bílastæði eða sett inn á einhverjar hættulegar aðstæður, þannig að þú getur aldrei verið bara slakur og eins og þú ert með barnin á leikskólalóð eða inn á gæsluvelli eða eitthvað, þannig að þá ekki segja bara, já, þannig er greinilega ekki markmið að sá sem eignast barn í þessu húsi, hann vilji eignast annað barn eða hafi geðheilsu til eignast annað barn og svo sér maður eins og ég ólst upp í Árbænum og þar hefði eitthvað getað lagt stofnbraut meðfram Elliðaánum en í staðinn þá er rauninni bara nánast annar hver maður sem býr í Árbænum er með óhindrað aðgengi að Elliðaánum án þess að gangi yfir götu og það reyndar aðalega einbýlishúsin og kannski eitthvað svona stjættar sögn þar en hins vegar allir sem búa í blokkunum eru með svona umfaðmandi garð þar sem þú getur nánast hent 3 ára barni út og verið bara Þannig garðar voru í Breiðholtinu og já, það eru bakkarnir og ég held að það hafi verið talið með sósíalismi eða eitthvað sko. Að það væri einhvers konar það væri eitthvað stjórnlyndi í því að búa til svona strúktúra sem eru svona mikið hugsaðir svona mikil heildarhugsun. Það var svo að þú gast verið inn í borginni og inn í hverfinu án þess að labba nokkuð tíman við götu. Já, sko, og svo komu bílarnir hinum megin frá hann, þetta var eiginlega svona tvískipt samgöngukerfi inn í hverfinu. Maður vissi aldrei hvernig bíla vinum hans áttu. Þeir voru bara bakvið norðanmegin, í portinu norðanmegin, maður fór aldrei þangað og pældi ekkert í því, þannig að þú veist, það var bara einhver annar heimur, bara einhver sem fór út á morgnana og kerði ekkert í burtu en nánast í einu porti gast átt þinn heim og í rauninni óbúslega vel hannað kerfi sko. En síðan kemur Kópavogur og önnur hverfi og þá allt í einu er þetta skipulag sem í rauninni reyndist frekar vel og þetta frekar einsleitt og það er alveg rætt í bókinni að persónan dreymir að þetta hefði verið svona 100 vassir hús svona, þetta hefði verið svona aðeins þarna skemmtilegra. Það sorglegast að náttúrulega við bakkana er að þegar mjóttin er byggð þá deyr hérna verslunarkjarnin inn í miðjunni. Þeir voru allir drepnir með því að setja og það gerist líka í Árbænum, það voru kjarnar sem voru þarna mjög fungerandi en síðan voru einhvern veginn kjarnar settir utan við Árbæinn og í hverfin sem dráp alla kjarnana sko. og sem er eiginlega sérstakt að hafi verið leyft eða látið gerast. En þetta hefur gerst víðar, til dæmis Molde sem að þykir vera eitt fallegasti bær í Noregi, því að bara eitthvað svipur á honum og var það. Já. Hann var drepinn með þessu, það var sett svona stórmarkaður í jaðarbæjarins, þannig að fólki sem var í sveitunum í kring fór aldrei inn í bæin og veslaði þar og það dró úr viðskiptunum inn í bænum sem var smátt og fjarað út, þannig að fólki sem bjó í bænum fór og sótti í stórmarkaðin og þá fór miðbærin að deyja. Og ég sá þetta því ég gekk eins og frá París til Bordeaux og ég gekk í gegnum marga bæi og þá sá maður hvaða eitur það er að búa til svona stórmarkaði í jaðri byggðar, því að í þeim bæjum að þá var miðbærinn dauður en það sem það hefði ekki verið gert að þá labbaru sko í mannlegum skala inn í bæinn og inn í kjarnan það sem að var bakari og slátrari og grænmetissali og blómasali og rakari og allt á lífi og ég get svarið að sko fólkið þar leit betur út, það var grennra, það var upplitsdjarfara og skemmtilegra heldur en í þorpunum sem hefði eiginlega dáið út af einhver bónuskjarni hefði verið byggður á jaðrinum. Ég var einmitt með fyrirlestur eða upplestur í þarna tekniskri borg, hvað hétt hann eftir? Og datt út af mig kon hér. En þá einmitt
gekk ég borgina, það var allt tómt. Það var bara allir í miðbænum voru bara öll rými auð og ég bara vákaði mikil hnignun hérna. En það var ekki það. Það var einmitt bara nýbúopnað verslunarmiðstöð í útjaðrinum og það náttúrulega en það sem hefur gerst náttúrulega að öll ný hverfi eru hönnuð með kjarna í útjaðrinum og í rauninni ekki gert ráð fyrir að þau séu og síðan þau skorin frá hvert öðru með mjög þykkum stoppbrautum og síðan þegar það á að ræða einmitt borgarlínu eða almenningssamgöngur eða eitthvað það sem á að leggja svona eitthvað til og vegna þess að það óhjákvæmilegt að svoleiðis kerfi séu til þess að gera borgina bara lífvænlega. Þannig að erum við 7 sveitarfélög sem eru all með mismunandi stjórn á sama tíma en líka finnst mér eins og vegagerðin að ríkjandi menning hjá henni stoppbrautarmenningin sko og ekki einu sinni borgar stoppbrautir heldur bara svona það eins og sé það einhver kúltúr þar sem að maður næri ekki alveg utanum en mér finnst þess að hún sé líka stór óvinnur borgarinnar að hvernig hún sér sitt hlutverk í borginni kallanir í vegagerðinni sem bætast við kallana í og þar kemur vegagerðin og þess sem að hún gerir tillögur að laga bústaðveginn eitthvað þá tekin bara stór sneið af Elliðaárdalnum og maður hugsar hvernig hefur þetta fólk geta haldið Central Park í 2 vikur skilur eins og hann eða væri menn ekki bara búin að slaufa hann alveg í hel sko þú veist að það eins og það sé alltaf hægt að ganga á nýja náttúru á ný opin svæði eða að gera borgina harðari en það þurfti að vera og það eins og þessi ekki sko það ekki þessi vilji til þess að búa til þessa borg sem með fungerandi almenningssamgöngum sem að væri miklu betri borg sko. Við ættum náttúrulega að ræða miklu meira hér skipulagsmál, kannski gerum við það í framhaldi. Svo náttúrulega bókin skáldverk sko. Já, svo skáldverk sem að fólk verður gaman og stutt. Þannig að persónan ekki öll málpípa höfundar, hún er persóna. Þetta er skáldverk, en þetta er líka innlegginn í umræðu, mikilvæga umræðu eins og við höfum átt hér. Og þetta er pólitísk bók. Já, hún er það. Hún er það. Hún er alltaf eitthvað ræðu, þetta sé ekki flokkspólitísk bók. Ég er ekkert ófeiminn við það. Þú ert pólitískur höfundur. Já, það lítur að... Draumalandi var hápólitísk bók. Það er mikil pólitísk áhrif. Herðu, aðeins að því að vera að tala jarðarfarastemminguna áðan. Þá, á vorin, þegar það eru útskriftarmyndir úr, menntaskólum og fjölbrautaskólum, þá hefur við hort á myndirnar. Já. Og mörg undanfarin ár, alveg síðan ég uppgötaði þetta þarna í París jarðarfarastemmingu Vesturlanda, að þá hafa allir verið klæddir í svona koksgrátt. Þangað til núna í haust. Áður hafi ég kannski séð bara einn lit og allar stelpurnar með sítt hár, ein með stutt hár, en gaman að sjá það. En svo gerði það núna í vor, allt í einu bara fullt af litum. Já. Og ég hugsaði, kannski þetta bara psychedelic efnin sem allir eru komin á núna, sem eru komin aftur í svona psychedelic tímabil. Það er þetta sko, ég reyndar það ekki þennan bransa ágætlega því að dóttir mín hefur saumað 50 útskriftakjóla fyrir stelpur. Og ekki orðið meiri litur núna? Nei, það sem breyttist að þegar sérstaklega stelpunar útskrifast, ég hugsaði, það eru miklu sætar en við vorum. En þar af því þær eru eiginlega í Stelpunar eru þá oftast. Nei, sko, það eru miklu sættir við vorum þegar við vorum strákar og stelpur, sko. En þá það að þær eru í árshátíðarkjólum núna, í útskriftinni, á meðan mín kynslóð var í svona drögtum. Eins og við varum að fara skrifstofun. Eins og við klárum mennskólann og þá vorum við bara svona skrifstofaherinn tilbúin, sko. Komin í draktirnar, tilbúin í bankana og ráðuneytin og lögfræðistofarnar. Þá vorum við búin að klæða okkur í þá galla, sko. En núna þær, sérstaklega stelpunar eru í rauninni eru klæddar eins og strákar eru líka komin í lit, sko. Eru klæddar eins og þessi var ásatíð.
og sem bara allt í lagi, en eins og ég segi, þannig að dóttir mín hefur saumað, eða dætur mín hafa saumað mikið þessum kjólum, þeir eru oft mjög litir ekki, þeir eru alveg bara, en strákarnir eru líka, einmitt, það er alveg svona smá von, eins og sé bara líka svona íslensk hönnun, svona, það er svona, maður hefur séð stráka bara í bleikum jakkafötum, og bara, eða hvítum, eða já, bara svona miklu meira flamboyant heldur en Heldur bara fyrir 3 árum og 4 árum? Já. Þannig það er að koma vor. Kannski hefur það síðan áhrif á því að hægt og bítandi seitlita niður og við fáum svo skemmtilegri bítingar. Maður ætti ekki byrja sjálfur að vera að tala um aðra. Það fara að tala við Dóttur Gunna, hvað hann kaupir allar hafa í skiptunar. Kannski að spá í hvort að ég fara í svörtu úlpunum minni eða gráa bílnum mínum ég stóð með mitt að þessu bara, af hverju eru allir bara gráir og af hverju kaupa allir gráa bíla bara, já, fyrir utan gráa bílinn minn. Þannig þegar þú ferðast bæina þá gefur ekkert? Nei, ég gef ekki neitt, ég er bara grár bíl, Ekki, þú ert ekki eins og með lopatrifil, býrð ekki í 101? Nei, ég á gula húfu og ég á appelsínugula úlpu, ég á 66 úlpu sem er appelsínugula og gula húfu, þá lít ég út meira eins og jarðfræðingur frá 1960, þannig að Þetta er í alvörunni, þetta er kannski kjánalegt farið okkur, þegar myndlistaskólinn flutti niður á Hlemm og málaði húsið sig. Já. Tókstu ekki eftir hvað fólk var glatt? Jú, það var nefnilega allt í einu eitt hús í Reykjavík sem er málað í litum. Og það sem er kannski mikilvægt í þessari umræðu líka er að það er alltaf ódýrt að koma og hrauna yfir allt, Þannig að mann ber svona smá skylda kannski til að benda á hvað gerði mann glaðan, Þú veist, Marshallhúsið gerði mig mjög glaðan. Þarna Hornhúsið ég held að sé alveg örugglega Barónstígur, Hverfisgata. Það er klæðning sem gerir mig mjög glaðan, og ég veit ekki eins og hvað stóð þarna áður. Það gerir mig, meira þess að lágmúlinn gerir mig glaðan, þar sem að maður hefur séð að menn hafi tekið bara svona það sem okkur þótti fyrir leiðileg skrifstofuhúsnæði, en við sjáum að þegar menn gera þau upp í upphaflegri mynd, að þá verða þau mjög falleg, og þá hugsa maður Sigur Guðmundsson, þarna pússuðu steinana, svona hugmyndafræðin þar var að ef þú pússar eitthvað að þá verður það að listaverki og meir sá útvarpsreitnum í Efstaleiti þar eru svona metallic klæðningar á húsanum og ég hjólaði þarna í gegnum daginn og hugsaði að þetta er alveg svona, þetta er náttúrulega fallegt, það eru ekki allir bara að reyna að græða og gefa. Það voru klæðningar sem gáðu eitthvað og mér langaði næst til að búa til svona myndarsirp það sem ég hugsa bara og þetta er í rauninni leitin að fegurina því að við erum líka svona smá að fóta okkur í því að allt einu smella með klæðningu utan hús og ég tók þátt í Feneyja Biennalnum í vor með Arnhildi Pálmadóttur, við vorum með fantasíu lavaforming og þar var eistneski skálinn fannst mér eiginlega langflottastur því að þeir tóku eitt svona Feneyjar Palazzo og klæddu það með svona áltaks klæðningu og það var í hreinni íroníu því þeir eru líka að glíma við þetta það er verið að gera upp allar Sovétblokkirnar og bara það verið að klæða Við eigum eitt svona tímabil sem hefur verið kannski upp á 1970. Það var svona grásteins klæðning sem var sett yfir á eldri hús og við hefum líka með þess að fólk var með forskjallað timburhús þar sem að vera að reyna að breyta timburhúsum í steinhús. Já, og síðan náttúrulega síðan náttúrulega má spyrja sig af hverju manni þykir bárujárnið fallegt þegar það er lárétt þeir eru lóðrétt en ekki lárétt Af því það er hugsað þannig Já, en það er líka bara eitthvað sem gerist þegar það er sett lárétt það meiðir eitthvað en það er held ég ódýrasta byggingarefni sem geta fengið og það er ódýrara held ég að setja það lárétt allar festingar við glugga og svona þó að það sé í raun hugsað til þess að vatni renni að þá
þá það ekki nógu skemmtilegt. En kannski að góða við þegar þessar klæðningar endast í 20 ár, þannig að kannski koma bleikar og grænar klæðningar í næstu umferð. Já, ég hef stundum hugsað þegar ég sit inn í Hörpu og horfi á 17 metra háan, koksgráan vegginn. Já. Að kannski verður menning okkar einhvern tíma þannig að fólk segir bara, heyrðu við ekki bara að veggfóðra þetta. Já, en harpa nú ekki alveg án blings, sko. Þannig að það þurfti bara að snúða við að sjá hjúpinn, sko. Ég bara að tala þessi koksgrái litur, hann sem lagðist yfir allt. Já, en það náttúrulega... Það var kannski bara málaður einhvern tímann. Og svo náttúrulega, svo náttúrulega bara stutt líka í að við fáum bara filter. Þú veist, eftir 20 ár þá verður bara komin... Sækadeilig filter. Já, þannig að þá getur það gengið bara 100 vassir borgina þína af því að þú ákveður þann filter, sko. Og þá verður í rauninni þessi grái einsleitni, hún virkar bara eins og green screen fyrir okkur, sko. Andri Snær, takk fyrir þessa bók og takk fyrir komuna að spjalla áhugaverðefni. Takk fyrir, takk. Við ætlum að halda áfram, við erum alltaf að skilja þetta samfélag sem við lifum í, sem margflókið og skrítið og alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.